Hlutverks öryggisnefndarinnar að sjá til þess að atvinnurekandinn sé að uppfylla sínar skyldur gagnvart starfsfólkinu sínu, að þau séu að vinna í öruggu starfsumhverfi og þau eru í heilsusamlegu starfsumhverfi. Fyrirtæki eiga að vera með öryggisnefnd eða eru með fleiri en 50 starfsmenn hjá sér. Þeir sem sitja í öryggisnefnd þurfa ekki ákveðna menntun. Það samkvæmt reglugerðinni hins vegar að starfsmaður þarf að hafa unnið að lágmarki 1 ár innan fyrirtækisins. En svo leið og fólk orðið kosið öryggistrúnamenn eða öryggisverðir, og þá þurfa þeir að sitja námskeið þar sem farið yfir þeirra skyldur, þeirra hlutverk og hvað þau þurfa að vita til þess að geta sinnt þessu starfi. Það sem öryggisnefndir eru oft svona í erfiðleikum með, og sérstaklega þetta nýtt, að það bara hvar á að byrja. Hvernig á að byggja upp vinnuverndarstarfi, hvernig á að gera skriflega áætlun öryggi heilbrigði sem skylda á öllum vinnustöðum á landinu. Það skiptir ekki máli hvort þessi lítið fyrirtæki stór. Við erum að endurskoða efnið okkar á vefnum og við erum að reyna að gera þetta einfalt. Það þarf að endurnýja öryggisnefndir reglulega og samkvæmt reglugerðinni á það að vera á 2 ára fresti. En það ekkert sem bannar fólki sem hefur verið öryggistrúnamenn að bjóða sig fram aftur. Það þarf alltaf að fara fram kosning þar, en öryggisverðið það alltaf tilnefnt af fyrirtækinu. Þannig að fyrirtæki ræður hvort það sé að skipta út á 2 ára fresti eða kannski vilji bara halda áfram, en hafa í huga að það er alltaf gott að fara í upprifin á þessum námskeiðum og til að vera alltaf með þetta á hreinu, hvernig á að sinna þessu hlutverki.